Já, þá ætlum við að horfa til Svíþjóðar. Á línunni Íslendingur sem að ég kannast nú við persónulega. Hann var einu sinni pistlahöfundur hjá blaði sem að ég ritstýrði og pistlar hans vöktu gríðarlega athygli. Hann hefur líka verið pistlahöfundur fjölmiðla á höfuðborgarsvæðinu. Hann júdókappi mikill, sjálfsvarna íþrótta sérfræðingur mikill og hann leiðbeinir fólki í Svíþjóð núna. Hann flutti sem sagt 2015 ásamt eiginkonu sinni frá Norðurlandinu til Svíþjóðar eftir hrunið og hefur svo sem ekki mikið litið öxl síðan. Þess utan að hann búinn að skrifa kveðskap sem einhvers konar uppgjör Ísland og við fáum að heyra það uppgjör núna síðar í þessu spjalli. En á línunni sem sagt Jón Óðinn Voge. Komdu sæll og blessaður, heyrðu vel í mér, vinur? Já, ljómandur. Gott að hafa það á línu. Takk fyrir síðast, eins og ég nefndi þarna í inngangnum. Við þarna áttum góð ár saman, vorum saman í Pönkinu og Akureyri. Það var mjög skemmtilegt. Það var mjög skemmtilegt. Þú hefur verið svona einn af þeim Íslendingum sem hefur verið óhræddur við að segja meiningu þína og enn ertu að. Ég nefndi að þú værir svona búin að setja niður eitthvert uppgjör þarna við Ísland áður en við förum þangað. Ég veit að það erfitt að búa í útlöndum sem Íslendingur án þess að maður svona fylgist aðeins með fréttunum heima. Hvernig líst þér á umræðuna hér heima fyrir sveitarstjórnarkosningarnar ef við byrjum þar áður en við förum lengra? Ég sagt að hún eykur nú bara á þunglindið. Já. Ég sé allt endurtaka sig aftur og aftur og aftur. Já. Og eitt af því sem var kveikjan af þessum skrifum mínum var nákvæmlega þetta, hvernig hlutinni endurtaka sig aftur og aftur í Íslandi. Já. Og nú erum við að sjá þetta, það aftur að birtast menn komin núna í pólitík sem að voru þekktir hér á hrunárunum fyrir ansi misjafna framstöðu. Já. Og ég furða mig alltaf mikið af því að til dæmis bara eins og á mínum heimabæ á Akureyri og því svæði að ég þekki fullt af fólki sem brilljant fólk og gott fólk og fólk sem treysta fullkomlega að gera hvað sem En þetta fólk, það býður svolítið fram, það vill ekki fara í pólitík og eins og í pólitík byrja alltaf með því að þú byrja á því að stinga samherjinn í baki til að komast áfram. Og þegar þú ert búin á því að þá að styrkja eitthvað annað sem í frambúðinu, þetta kerfið galið. Já, og það læðist líka að manni að bara ansi margir frambjóðendur séu þarna vegna óska einhverja annar, að þeir séu að gæta hagsmuna ákveðina afla. Já, það nú svo. Það hefur alltaf verið þannig og það ekki leyndarmál og þó mikið tala um það. Nei. Hvenær hófst þjóðmála áhugið þinn, ef við getum sagt sem svo, vegna þess að fyrir mörgum áratugum þekkti ég líka til þín og þá sá ég nú kannski ekki að þú væri neitt rosalega mikið að skipta þér að þjóðmálum. Nei, ég hef ekki skipt mér að þeim. Ég hef alltaf verið, ég kom ólst upp á heimili sem voru mjög margir fullorðnir og það var keypt þetta á þeim tíma þegar dagblöðin réðu ríkjum sem var náttúrulega þegar maður tilbaka sem var náttúrulega fyndið að ég sem barn þá bar ég út tímann að því að mamma vann hjá kaupfélaginu og fyrir vikið þá þegar því mamma vann hjá kaupfélaginu þegar það voru kosningar þá var ég nokkuð kosningar einn af þessum krökkum úlingur sem var settur hann inn í kjörklefaninu og maður fylgdist með hvað fólk var búið að koma að kjósa. Svo kom þetta gamli kallar og sóttu miðana sem maður búin að tína upp með umslagi, hverju var búin að kjósa. Og þá fekk maður svona fylgdist með hvernig pólitíkin gerði þessu. Ég hafði orðið þessu mömmu eins og ég var svo hissa á að ég sá oft svona kallar sem var svona fínir kallar, svona snobbkallar, að þeir voru að draga að sækja og skufta í fínu drossjunum sínum mönnum sem var svona í aðra að vera rónar. Já. Og þegar kosningu og ég ræddi þetta þá við mömmu og spurði þetta mjög skrítið af hverju bara í dag að gera þetta, af hverju gera þetta ekki alltaf. Já. Og mamma hló bara að mér. Hún sagði bara þú lærir þetta seinna. Já.
Svo fórstu Ódi ekkert rosalega vel út úr hruninu. Nei, ég var einn af þeir sem að komu þessu húsnæði árum frá 2005-2006 að þeir fóru verst út úr þessu og húsið sem ég eignaðist það eignarhluturinn, ég tók 65% lán og eignarhluturinn hvarf á 2 árum. Já. Og eftir það ertu bara í bullandi vandræðum og það á beinum þátt í því að þú flyttur til Svíþjóðar með þinni góðu konu, eða hvað? Já, fyrst náttúrulega þú veist ég á kannski ekki bein orsukaf en ég og fyrrverandi kona mín og með 3 börn við skildum þarna þegar allt fór til fjandans. Já. Og ég get nú ekki skrifa það allt á hruni en það allan mér skoðst ekki hjálpaði til. Nei, það veit. Og þú hefur náttúrulega aðeins fjallað það hver réttlætinu var misskipt þarna í bæði fyrir hrun og eftir hrun. Já, líka það sko það sem að þegar svona gerist að ég veit alltaf gamla með á bent eins og á hvað við segja félagsfræðingur hvað sem fjallaði mikið siðrof. Já. Durkheim segja hvað heitir. Durkheim, já. Emil Durkheim, einmitt. Precis. Og nú skaut ég svensku inn. Já, allt í góðu. Ég las hann mörgum ára síðan, þá fyrir hrun. Svo þegar hrun átt sér stað, þegar ég horfði tilbaka, þá fannst mér bara að kenningar hans skólabókardæmi því það sem gerist í Íslandi sem byrjun 2000, þegar að öllum reglum var ítt burt, þannig að menn gæti verið á til snillina að njóta sín. Og þegar síðan allt fór til fjandans, þá tók náttúrulega engin ábyrgð nema þessu örfá bankastrákar sem var hent við strætón til þess að taka skellinn. Þeir náttúrulega réðu engu og síðan það sem kemur eftir er að þegar almenningu verður fyrir svo miklu óréttlæti og miklu ranglæti en sér að það getur ekki fengið að mun aldrei koma réttlæti, að þú mun aldrei fá réttlæti og þá brýst þetta út í illsku einhvers að verður gremjan að koma fram. Þá oftar ekki kemur hún fram í því að byrja að rífast um náungan. Og þessi svakalega polarisering sem í íslensku þjóðfélagi, sem maður fylgist með ferska, akkúrat skólabókardæmi þetta. Hvað gerist þegar ekkert réttlæti fæst eftir svona hrun og fólk snýsi þá á náungan. En ef þú speglar aðeins Svíþjóð og Ísland núna, það sem við höfum miklar áhyggjur af núna allra síðustu misseri, það sú polarisering sem snýr að dæmis viðhorfum Íslendinga gagnvart útlendingum, að það mjög vaxandi andúð hjá hluta þjóðarinnar. Er það svipað vandamál og þið glímið við í Svíþjóð núna þessi misserin? Já, nema hérna í Svíþjóð, þetta er svo auðvitað að sjá þetta, það einn flokkur sem stendur fyrir þessu. Og ég hef alltaf sagt við svensku vinir mína að kostum Svíþjóð, það er svo auðvitað að sjá hvað margir hálfvitar í Svíþjóð. Okay. Maður sér bara hversu margir kjósa stærri Danmarkvörðana sem var flokkur sem á sínum tíma stofnaður fyrirvændi SS-foringjum. Og hversu margir kjósa hann, þá getur maður sagt sko, nú erum við með 20% fylgi, þá getur maður 20% Svíar og hálfvitar. Já, 50 hver Fábjóni. Já, hins vegar það sem er verstaðir með þetta er að eftir að fá svo mikið fylgi, þá fóru hinir flokkarnir að smjadra fyrir kjósundu þeirra og svona, og þessum hefur til dæmis framkoma Svía núna við stærður svolítið því hvað komið velferðarna innflytjendur. En það heldur betur breyst hins vegar og er hræðileg framkoma. Það að vísa fólki úr landi hægri vinstri sem búin að búa hérna í 10-20 ár og komið vinnu og jafnvel fólk sem hefur fæðist hér og þetta er alveg galið, maður horfir upp á hverjum degi. Og við, einmitt fólk sem við þekkjum náið, situr í þessu og ég hef horft eftir nemenda mínum sem að nótti mjög endum og ég hitt alltaf í rektinni og svo einn daginn þá var hann horfinn 14 ára gamall og ég velti þá að þessi nóttin hafði og það voru 4 systkini lítil, 1 fallað, 1 mjög fallað þá hafði þau verið hirt og bara fyrir að vera öst og fyrst svo náttúrulega komið fyrir einhverju geymslu sem náttúrulega bara fangelsi og síðan voru þau voru sendt til Armeníu þannig að þau voru Kúrdar líklegast, sendi Armeníu og hann hafði aldrei, hann var svo lítilega flutti, hann kunni ekki tungumáli og þannig kemur hann 14 ára gamall bara nýtt land og það kann ekki tungumáli og þetta er svo illa gert. Já.
Þetta eru sannarlega viðkvæmir tímar sem við lifum og ekki hjálpa okkur leiðtogarnir stórveldana. En ég held, Ódi, að ég að hugsa að gefa þið bara núna sviðið og ef þú myndir bara byrja á að segja okkur heitið á drápinu sem þú ætlar að flytja og svo bara flyturðu þetta kvæði og þegar því lokið þá ég með nokkrar spurningar. Já. Ég vil byrja á því að beðast velvinninga þessu framleiðni minni að vera að setja saman einhvern kveðskap og flaupa hann á ívillu með þetta. Ég ekki skáld eins og þess, ég set saman svona texta til þess að bara að fyrir eigin geðheilsu. Þannig að ég ekki að reyna að vera bókmynda maður. Ok. Þetta var hóvar sem ég ekki eðli, þannig að við tökum allt tilbaka. Þá byrjum við. Það ekkert nafn á þessari drápu. Ok. En hún svona. Saga hennar íslensku þjóðar, sú sorglega sérstök. Þetta saga þjóð sem elskar sín eigin mistök. Í rúm 1000 ár við byggum í grútskítu í moldarkofum, við húttum saman illþegjandi í myrkum baðstofum. Byggingarefni voru rekaviður, torf, grjót og mold, svo ámeldi húsdýra til að fá smá hita og hold. Hverju voru var eitt í að lappa upp á hreysið, ár eftir ár, enga framfarir, ekkert sérlega beysið. Þú svolítið að vera duglegur og þægur, sagði Elítan hátt, og við lærðum að elska hennar slæmu sátt. Endalaus kúgun sem við kölluðum menningu, bundin af þrælslund við lifðum í blekkingu. Skrokkurinn var sterkur en lundin óttalegt grey, best að kyngja öllu og segja allt ókei. Ef þú var skáin gettur þá fórstu beint í gröfina, því við ræktum bara þá sem þoldu á gjöfina. Svo kom stríðið og Kaninn sagði "This is not right" og frá miðöldum til nútímans við fórum overnight. 70 árum seinna, en þá sviði sama leikrit, sömu hlutverk, sama græðgi, sama blóðuga stríð. Við eigum bankana, við erum best, æpti Elítan óð og dró íslenskt samfélag inn á heljarslóð. 2008, bankahrun, allt fór til fjandans. Elítan tókst að setja Ísland á hausinn með glans. Þetta var snilld, hló Elítan á flótta í sínum einkaþotum. Meðan almenningur sat eftir í andlegum gjaldþrotum. Þau stunga með gróðan, skilin eftir á bara skuld og þjóðin mætti til vinnu, tilbúin að borga þennan stuld. Við erum svo dugleg, við kvörtum ekki neitt. Gamla þrælstundum mætti á svæðið, allt var óbreytt. Húsnæðislaunum þau hækka bara smá vinnu minn, var svarið á meðan verðtryggingin át upp eignarhlutin. Síðan uppáð, bankar hirtu húsin og seldu til vildar vina, en heilu fjölskyldunum bjargarlausum var hent út á götuna. Engin miskunn frá stjórnendum þrátt fyrir miklar fortölur á meðan þau sjálf fengu afskriftir og nýjar kennitölur. En hér kemur brandarinn, sá var okkar stærsti vandi. Við horfðum á þau ræna okkur og rústa okkar landi, samt nokkrum árum seinna við buðum þau velkomin tilbaka, kusum saman spilta liðið sem aldrei þurfti að svara til saka. Þau sitja á þingi í ríkisstjórn, seðlabanka og á Bessastöðum, en við borgum fyrir bullið og reynum að ná saman endum. Við erum alveg einstök en mjög heimskulegan hátt. Okkar spiltu Elítu við elskum, hún á skilið sín afslátt. Hún gefur okkur bankahrun, verðbólgu og alls konar skít. Við mætum bara í vinnuna og lifum upp á krít. Ísland landið þar sem Elítan ránfugl með gráðugt gen, en við erum mýsnar sem lifir til þess eins að vera étin. Á meðan Elítan aftur okkur rænir og stingur í bakið, þá rífust tittlingaskít og smámunni af gömlum sið. En ef þú vogar þér að benda á þetta spilta kerfi, hvort þetta sé það sem við viljum að börnin erfi, þá ertu kallaði þjóðernisvikari og þaðan að verra og mannorðið þínu rústað með alls konar internet óþörfa. Svo kom að því að ég fekk nóg, ég gat ekki meira. Það ekki endalaust hægt á yfirdrætt að keyra. Hrunið ykkar rústuðu öllu sem ég hef byggt. Skildi mig eftir bankann en bankinn með sitt verktritt. Ég stóð á krossgötum og þurfti að velja mér veg. 2 leiðir var að velja og hvoru var geðsleg. Að vera kyrr og sökkva dýpra í þunglyndi svarta með sjálfsvíshugsanir sem sviðu í mínu hjarta. Eða yfirgefa mér fósturjörð, landið sem upp með ól og flýja undan spillingunni og reyna að finna skjól. Ég valdi flóttann, ég valdi að lifa svo ég varð að fara. Byrja upp á nýtt þar sem réttlætið enn til staðar. Ég flúði ekki fjöllin, fossana fögru eða bjartasuma nótt, heldur þá ræktni og græðgi sem dreifði sem drepsótt. Íslands styrkur áður var samheldni hverju þraut, en what in it for me er nú hin eina rétta braut. Í stað þess að skína skært sem samheldin þjóð, þá erum við sundruð og undir kraumar hatursins glóð.
Það sárt úr fjarlægð að fylgjast með sinni þjóð, þar sem framtíðarsýnin var áður svo björt og góð. Það ræður eilítan ríkjum með hroka og heimtu frekju, sem setur allt á hausinn og kennir þjóðinni að á sekju. Horfinni virðing fyrir náttúru sem okkur áður var meðfædd, því henni má græða, svo nú hefur hún verið einkavædd. Ísland með sína vistvænu orku og dýrmætt fiskimið til við öllu sín þegnum sanna draumalandið. Ef gróður á landsins gæðum myndi renna í þjóðarmalinn í stað þess að vera í skattaskjólum falinn. En þetta ekki minn dómur. Þetta mín saknaða tár. Við vonum að þjóðin vakni og lækni öll sín sár. Að hún aftur mig endurveki þá samið sem að dó, að auðlindin nýtast í þá allra, að allir eigi nóg. Að fólki fá vinnufrið, frelsi og rót til að sýna sitt besta, að þeim skoðun sem hafnað, sem ala öllu til versta. Sjálfur muni aldrei aftur snúa aftur til mér fósturjarðar, brýrnar eru brendar, framtíð mín ekki þar. Vá, þakka þér fyrir þetta úti. Ég var nú að viðurkenna það eru kaflar í þessu sem að bara koma verulega við mig og sko, ertu að skrifa þetta svona bara til þess að fá frelsi frá djöflaeyjunni eins og Einar Kárason kallar Ísland? Já, sko maður hefur ekki viljað, maður má ekki íta í baksýnisspegilinn, bara horfa fram á við og hætta svo væli. En það er erfitt þegar maður fær ekki réttlæti og sér svo bara hlutina endurtakt aftur, að þá var mengst að fá útrás. Og ég veit að þeir sem að hafa sér mest í frammi, þeir sem að fá titilinn virkir í athugasemdakerfi, og ef einhver heyrir þetta þá mun ég fá þessa internet afhaushöggun. Hvað er þessi gæi að blaður eitthvað, hvað hann gerir svona allt þetta. Og það mun örugglega koma, en málið mér bara svo slétt saman. Ég bara fá útrás fyrir að segja hvernig þetta er og hvernig þetta var og líka þetta má ekki gleyma, sko, við sko bara hafa það í huga. Sjálfur stóð ég frammi fyrir því ítrekað. Á fyrstu árum eftir misti húsi og allt að farið. Stóð ítrekað frammi fyrir því að allar sem er sjálfsvíg og gekk mjög nærri. Satt einu sinni næstu hér jólunótt í skógi með Kristnes sem bjó með snör hálsinn og tilbúin að hoppa fram af kletti sem það var. Og þetta gekk svo langt og það er staðreynd að fjölda margir, sérstaklega karlmenn, þeir berir þetta allt innan með sér, tóku sitt líf út af því hvernig hrunið fór með á. En þetta má ekki tala um. Þetta er samt svona. Að fullt af fólki tók sitt líf út af því hvernig hrunið fór. En svo svo bara eitt með eins og þessu kjafta á sín tíma hrunið að það var að tala um að almenningar keyptu svo mikið af svona fínu sjónvarpstækjum. Já, flatskjárinn. Flatskjárinn, það var stærsti glæpurinn. Og hvað heyrði maður svo fyrir 2 árum síðan? Allir á Tenerife. Já. Bara sama pakki komið aftur að segja sem hlutina. Og þá finnst mér, þá hugsa ég bara skýtt með þetta. Ég segi þá bara sem mér sýnist og svo það bara að hafa það, ég í Svíþjóð. En sko, þú ert bæði að tala náttúrulega alveg rosalega alvarlega hluti eins og nóttina sem þú ert næstu búin að fremja sjálfsvíg og náttúrulega alveg óbúslega viðkvæmt umræðefni, en það líka í þér sko þessi svipa. Það þú ert bæði svona einlægur og viðkvæmur en líka dálítið illskeyttur með svipun og lofti. Er það leiðin? Nei, ég er ekki leiðin að vera sem sko, eins og ég er búin að vinna í 40 árum með börnum sem ekki passa inn í kerfið og það hefur aldrei, aðferðin hefur alltaf verið eins og segja fyrir Bandaríkjunum, ensku, kill them with kindness og þó svo ég sé harður í þá er samt þannig í lokin að þá mér einlægt þykir rosalega vænt mitt land og að flytja burtu og engin óska staða og líka að eitt að þú flyttur burtu svona fullorðinn og það er að læra nýtt tungumál að þá svona við 50-árum þá hverfur getan til að læra nýtt tungumál og þegar þú kemur inn í nýtt samfélag og kannt í tungumálið þá
þinn persónuleiki, veist að ég sé alltaf að ég hefði gott af þessu, eins og ég hefði talað alla í kútin áratugum saman og svona yfirgangssamur erfiður umgengni, en þarna og hlusta aldrei á fólk. En þarna neyddist ég í 2 ár með að læra tungumálið og þegja og hlusta. Þannig að það var svona upphafspunktur nýrrar auðmýktar kannski. Já, sem var algjör óþekkt í mínum tilviki. Já, þetta ekkert einfalt að flytja til annarra landa sko. Ég hef reynt það sjálfur og einmitt maður saknar það ekki alltaf sko hins ómanngerða á Íslandi. Maður saknar alltaf náttúrunar, maður saknar birtunar, maður saknar lyktarinnar en það ekkert endilega þannig að maður sakni mannlífsins allt og mikið því það svo margt ruglið í gangi. Deilirðu þeirri tilfinningu með mér? Algjörlega. Það sem hins vegar með mig og aðra Íslendinga að hérna það þessi, Ísland í sjálfu sér óbyggilegu klettur, það alltaf skíta veður og það hættult fara milli húsa, vont veður og annað hendur að fólk verður út milli húsa þetta í dag sko. En það þessi ótrúlega væntumþykja fyrir síns landinu sem eru göttum sem maður getur ekki skýrt. Og hún brýst pínlítið út í þessu litlugaði syndrom að við erum alltaf að rembast við sem að best í heiminum hitt og þetta og staðreyndin að við erum ótrúlega magnaður þjóðflokkur sem og ég segi alltaf við sérstaklega við glíma á æfingum og menn tala að út svo sterkur getur tekið svona finnum aldrei til. Nei, okkur Íslendingur við erum rosalega sterkir og okkur finnum aldrei til en við erum einhver rosalega heimskir. Þannig að við sjáum ekki gallan eða hvað hættulegt af því að við bara getum það saman og það það sem gerir okkur að svona krúttlegri þjóð og hérna magnaði þjóð sem hefur allt verið í dag að hugsa það eins og með allur heimurinn berjast við vandamál hvað eldsneyti á nota. Það ekkert vandamál í Íslandi, við getum bara ákveðið í kvöld ef við hættum að nota bensín og bara byrja daginn á morgun á nokkuð vandamál. Það svo fullt af hlutum sem á Íslandi sem við gætum og það alltaf að segja okkur að við öll höfum það svo gott en það bara ekki þannig. Það ekki þannig. Þetta hérna með meðaltölur að það alltaf þannig að ef þú stendur með annan fótinn í 80 gráðu heitu vatni og hinn fótinn í 20 gráðu heitu vatni þá meðaltölin einhverjar 70 gráðu eða meðaltölin kannski 40 gráðu slaus en hvað það þá líður samt ekkert vel. Þú brennur örfættum og frýst á hinum. Og þegar þú tekur meðaltal á hvað þjóðin hefur gott, þá nákvæmlega svona. Að það fullt af liði sem hefur rosalega gott. Það líka fullt af liði sem hefur rosalega slæmt. Og það málið finnst og eins og maður sé í Svíþjóð að það eru hérna fólk sérstaklega í minni bæjum þar sem var sem sko að bæjum hafi byggðu kring einhverju járnverksmiðju sem var síðan bara lokað. Það var þetta bara nákvæmlega saman svo gerist á fiskiplássum í Íslandi, þetta alveg eins. En fólki gæti ekki flutta því að það lagt alltaf sér pening í húseignum. Þannig að það voru verðlausar. Hvert áttu að fara? Og þá myndast þessi greiði, gremja og reiði og svo þeir sem alast upp kringum það, alast upp kannski það sama og þannig það alast upp bara kannski heila kynslóðir af fólki sem lifir illa. Og þú smitar þú smitar börnin þessari vanlíðan. Já. Og þrælslundin sem þú yrkir endalaus kúgun sem við köllum menningubundin af þrælslund við lifðum í blekkingu. Skrokkurinn var sterkur en lundin óttalegt grey, best í að kyngja öllu og segja allt ok. Það þessi þrælslund, hún kemur endurtekið í veg fyrir umbætur hjá þjóð sem býr við svo miklar náttúruauðlindir að hvert einasta mannsbarn hér og 1 milljón gestir ætti að geta sko baða sig í gulli og gleði. Og líka að það að við höfum góða skóla og menntun allt þetta og samt og tekist að rústa þessu með að eyða innan frá það sko, nú þannig að ég í eðli mínu semst kapitalisti. Mér finnst að þeir sem eru semst flinkir og duglegir og gera líf eitthvað betra, finna upp og góðum hlutum, þeir græða því. En núna síðustu áratugi þá hefur kapitalism snúið það að þú fer bara í skattapeningana og vilt fá þá. En það ekki kapitalismi. Það bara græðki og svo það komið milliliðir í allt.
sem gerir ekki neitt. Nei. Ég sá þetta svo vel fyrir mörgum ár síðan að þá var tengdamamma mín, hún skúraði hjá póstinum. Hún og vinkonur skúruðu. Og þetta gaf ekki sveikapeninga. Það gerði þetta svona, það var annar vinnu og fór eftir vinnu og skúruðu og þegar það komu þá var kannski einhverju ennþá að vinna sko, en það settist bara niður og fengið sér kaffi með þeim og svona og svo var bara þrifið þá og bara þrifið það sem þurfti að þrífa. Það var eitthvað skítur vegna og bara þrifið líka. Skortinu var hann sagt upp því að nú var komin sko svo fínt að komin fyrirtæki sem að bauð upp í þjónustunum. En þegar búið að vinna á þessu fyrirtæki var mikilvægur laun. Og það sem pósturinn fékk var að þeir fengu sem sko lélegri þjónustu af því að þá var komað, fólkið sem kom, það bara kom nákvæmlega klukkan 5 og þreif bara nákvæmlega þetta og ekkert annað. Þannig að pósturinn fekk verri þjónustu en þeir sem unnu vinnuna fengu verri laun. Hvar fóru þessi peningar? Þeir fóru einhver milliliðir sem gerði ekkert. Og ef ekki vinnur fyrir launahjörnum, þá ertu bara aumingjað þjófur. Já. Manni finnst stundum eins og við þurfum að ná afturtaki á gömlu gildunum, sumum gömlu gildunum. Sannarlega var margt alveg ömurlegt í fortíðinni, en það er svona eitthvað sem að er á hreyfingu núna sem að manni finnst að við þurfum að nálgast aftur. En sko ég ætla nú að fá bara að birta þessa drápuðina á vefsíðu Samstöðvarinnar annarkvort í kvöld eða á morgun og ég þakka þér kærlega fyrir það, Jón Óðinn, að leyfa okkur að frumflytja þetta hugarverk þitt sem að kemur allavega við mínar hjartarætur. Sko, þú segir undir lokin í ljóðinu að það liggi alveg fyrir sjálfur mun ég aldrei snúa aftur til minnar fósturjarðar, brýrnar eru brendar, framtíð mín er ekki þar. En á maður nokkuð sinni að segja aldrei, heldur það gæti ekki kannski runnið upp svo stund að þú komir aftur heim. Og af hverju spyr ég þig þessara spurningar? Vegna þess að við erum svo fá og smá að fyrir hvert svona sjálfstæðan hugaðan einstakling sem yfirgefur djöflaeyjuna þá verður djöflaeyjan fyrir ákveðnum skaða, svo ég segi nú bara mína skoðun á því. Já, það ég með mína íslensku auðmygt þá ekki vafa það að mikil missi fyrir Íslandi missa mig, nei, en það er sko, það er þannig að ég kom síðast í Íslands 2019 og leiður lendi að þá heltist ég með gamla þunglyndið og svo fór ég til Akureyrar og þetta bara þegar ég kom aftur til Svíþjóðar að þá sökk ég dýpra en ég hefði verið í mörg ár. Já. Og bara við það þú veist þetta rífur sér sólin þannig að ég þori ekki koma til Íslands til þess að nú þannig að það hafi verið sko yngsti sonur minn býr í Ísland og pródúsent og standa sér vilja með rap, músík og svo þannig glaður að fara heim til Íslands og fylgjast með því sem hann er að gera og ekki til löngu síðan þá dó eldri systir mín sem var mjög náin og ól mjög upp en ég gæti ekki fara heim hérna ég aftur. Það er bara þannig. Og ég veit líka að hún hefði aldrei samþykkt að því hún þekkti þessa dökku hlið mína hún hefði sko beinlega sagt mér þú kemur ekki heim mín erður eins og lífur. Þannig að það er bara of mikill sársauki. Já. Lastu bókina mína Besti vinur Aðal? Ó já. Já, er það. Það er svolítið fjallað fólk sem hefur neyðst til þess að búa utan landsteinana. Já. Margt á okkar besta fólki. Heyrðu Jón Óðinn, eins og ég segi, það er alltaf mannbætandi að heyra í þér og ég vona að haldir áfram að svona senda okkur einhverjar meldingar, hvort sem að það er í gegnum Facebook síðuna þína eða hvort þú hefur samband við mig og við höfum eftir að taka fleiri samtöl á samstöðinni eða hvernig það er, en ég vona að þú haldir áfram að láta heyra í þér því mér finnst að við þurfum að heyra í manni eins og þér. Já, þú
þú skalt fara varlega í það hversu óskar. Já, en það þessi blanda einmitt af kaldhæðninni og einlægninni sem ég elska. En ef ég að segja þetta gott í bili og minna ykkur hlustendur og áhorfendur á það að frá með morgundeginum þá held ég geti lofað ykkur því að ljóðið hans Óda, það verður komið inn á vefslóð samstöðuna, samstöðin.is, og það alltaf góð hugmynd að lítið þangað, ekki síst góð hugmynd að fara inn á áskriftarhnappinn sem á samstöðin.is og styrkja samstöðina. En Jón Óðinn, kæra þakkir fyrir mig, vinur minn, og ég bið að heilsa frúnni og bara bestu kveðjur til ykkar. Já, takk svo leiðis og bara ég vil ítrekka því sagt við áður að ég dáist að hugrekki sem blaðamaður. Æ, takk fyrir það. Við kannski hef ég bara verið innblásinn af fólki eins og þér. En við segjum þetta gott í bili og vertu blessaður, Jón Óðinn. Blessaður. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.